Arabískur Sheikh er orðinn þriðji stærsti hluthafinn í Kaupþingi og viðræður sameiningu Glitnis og Byrs í gangi. Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani frá Katar við Persaflóa og bróðir emirsins þar hefur keypt rúm 5% í Kaupþingi fyrir röska 25 milljarða króna. Hann er þar með orðinn þriðji stærsti hluthafi í bankanum sem er stærsta fyrirtæki hér á landi. Gissur Sigurðsson. Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings, segir að það hafi lengi verið stefna bankans að laða að nýja fjárfesta og breikka hluthafahópinn. Hans hátign sé því velkomin í hópinn. Hluti bréfanna sem Al Thani keypti var í eigu bankans sjálfs. Stærsti hluthafi í Kaupþingi nú er Exista og því næst Egla. Al Thani er kunnugur íslensku viðskiptalífi fyrir því í sumar keypti hann rösklega 12% hlut fyrir 5 milljarða króna í matvælafyrirtækinu Alfeska sem er að verulegum hluta í eigu Ólafs Ólafssonar í Samskipum en hann er stór hluthafi í Kaupþingi í gegnum Eglu. Katar er talið eitt auðugasta olíuríki heims og skeið var Al Thani fulltrúi í ráðherraráði OPEC, samtökum olíuútflutningsríkja. Þá ræktar hann og rekur veðhlaupahesta. Einn af valdamestu mönnum fyrsta dæmisins Katar hefur keypt ríflega 5% hlut í Kaupþingi fyrir 25 milljarða króna. Kaupin styrkja stöðu bankans á alþjóðamörkuðum, segir forstjóri Kaupþings. Kaupþing tilkynnti þessi viðskipti í morgun en undirbúningur þeirra hefur staðið í nokkuð tíma. Kaupandinn er Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani en hann tilheyrir konungsfjölskyldunni í Katar sem er vellauðugt olíuríki við Persaflóan. Fyrir ári síðan þá opnum við skrifstofu í Dubai og í Katar, í Doha í Katar og höfum átt ágætisviðskipti á svæðinu síðan þá, kynnst mikið af fjárfestum frá Austurlöndum og þessa viðræður átt sér stað á undanförnum mánuðum. Eignarhaldsfélag fustans sem kallast Q Iceland þetta alveg rískastundu sem 25 milljarða króna. Hann verður þannig þriðji stærsti hluthafi bankans. Kemur hann eða fulltrúar hans til með að eiga fulltrúa í stjórn? Það er ekki verið ákveðið en við myndum fagna því ef hann hefur sagt þess eftir því. Rétt eins og aðrar fjármálastofnanir þá hefur Kaupþing ekki farið varhluta af óróa á fjármálamörkuðum undanfarið, svo ekki sé talað áhrif af óstöðugu gengi krónunar. Hreiðar segir þessi kaup vera ótvíræða yfirlýsingu traust á starfsemi bankans. Ég held að styrki bankan. Það er ljóst að það er óraunhæft fyrir okkur að sækja mikið meira fjármagn til íslenska fjárfesta. Bankinn er orðinn það stór og ef við ætlum að halda áfram að vaxa á alþjóðlegum markaði þá verðum við að ná inn alþjóðlega fjárfesta. Eru fleiri svona fjárfestar á leiðinni inn? Það er ekkert sem er í hendi, en við höfum verið að ræða við fleiri aðila og við vonumst til að geta tilkynnt það á komandi mánuðum. Og við biðjumst afsökunar á það urðu myndtruflanir þarna í fréttinni hjá okkur. Yfirvöld skoða nú kaup fjárfestis frá Katar á rúmum 5% í Kaupþingi í haust. 25 milljarða króna greiðsla finnst ekki. Yfirvöld hér á landi skoða nú hvort 20 milljarða kaup fjárfesta frá Katar á hlutabréfum í Kaupþingi síðasta haust hafi verið blekking. Peningarnir finnast ekki. Samskipti á milli Íslands og Katars hafa verið nokkur að undanförnum. Ráðamenn héðan hafa farið utan ásamt kaupsýslu og bankamönnum og sendinefnd frá Katar þekktist svo heimboð Ólafs Ragnars Grímssonar forseta í sumar. Svipað leyti var tilkynnt að Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani, bróðir emirsins í Katar, ætlaði að kaupa hlut í Alfeska. Af því var þó ekki. Í lok september var hins vegar tilkynnt að sami maður hefði keypt 5,1% hlut í Kaupþingi fyrir 25,5 milljarð króna. Þar með var hann orðinn þriðji stærsti hlutafinn í bankanum. Mjög jákvætt sögðu Kaupþingsmenn þá. Bankinn er orðinn það stór og ef við ætlum að halda áfram að vaxa á alþjóðlegum markaði þá verðum við að ná inn alþjóðlega fjárfesta. Hlutinn keypti Al Thani í gegnum eignarhaldsfélagið Q Iceland Holding EHF sem áður var skráð ELL 162 HF sem átti síðan fyrirtækið Q Iceland Finance EHF sem loks var skráð fyrir hlutnum í Kaupþingi samkvæmt tilkynningu til kaupallarinnar. Áhrifamesti hlutafinn í Alfeska þegar Al Thani ætlaði að kaupa hlut í fyrirtækinu var Ólafur Ólafsson, kenndur við Samskip. Hann var einnig meðal stærstu eigenda Kaupþings áður en bankinn var þjóðnýttur. Talað var í fréttum að þeir Al Thani væru persónulegir vinir og þess vegna fjárfestan á Íslandi. Milljarðarnir sem Sheikhinn átti að greiða fyrir hlutin í Kaupþingi finnast hins vegar hvergi. Yfirvöld skoða því málið. Embættismenn spyrja sig að því hvort kaupin hafi nokkurn tíma átt sér stað.